Það eina sem erfitt við að kaupa nýjan bíl að þurfa að lána krökkunum hann. Við hjálpum þér að fjármagna hann. Leasing. Komið sæl, Birgir Þór heiti ég þegar að horfa á Leasing Motorsport og efni þáttarins í kvöld. 5. og síðastöðum fyrir Íslandsmótsins í torfærakstri. Við ætlum að fara yfir fyrstu 4 brautirnar af 8 og koma svo með framhaldið síðar. Það var slagur í þessari keppni, þó ekki Íslandsmeistaratitla. Haraldur Pétursson hafði tryggt sér hann yfir heildina. Það var slagur annað sætið í Íslandsmótinu og það var slagur í götubílaflokki Íslandsmeistaratitilin eða það álitu menn. Það var álitið að Ragnar Róbertsson myndi aka Pizza 67 villisnum í þessari keppni. Svo var þó ekki, hann fór erlendis til þess að keppa og Gunnar Gunnarsson fékk því bikarinn á silfurfati. Blessaður Gunnar, hvernig leggst dagurinn í þig? Herðu, ljómandi vel bara. Ég var bara færar þetta á silfurfati. Þetta bara á silfurfati. Það var það komið. Ég þakka bara gæla við. Til að hafa ekki með Íslandsmeistaratitilin í götubílaflokki. Má ég þá ekki fara bara í Brekkusöngi? Það glæsilegu bikar. Já, ég mjög hrifinn af þessu. Það vantar bara að kampa inn í hann. Þessi keppni að snúast upp í það að skipta engu máli fyrir Íslandsmót, þannig að nú þetta bara viðureign allra við alla. Já, þetta náttúrulega verður bara, eins og maður segir, þetta náttúrulega hans mistök að gera þetta. Þetta ekki mistök, þetta bara úthugsað, hann bara gefur þetta eftir að því að hann að fara í eitthvað sem honum finnst skemmtilegra. Já, ég alveg sammála því. Maður alveg til í að vera þarna líka. En það náttúrulega skiptir engu máli þó ég hef sleppt þessari keppni. Þá náttúrulega ég samt búinn að vinna. Þannig að ég ætla bara að leika mér í dag. Hvaða sæti ætlar að stefna á? Ég ætla að vera ofalega yfir heildina en ég ætla að vera í fyrsta sæti í götubíla. Það ekki spurning sko. Þú ætlar að takast á við stóru strákana? Já, maður verður aðeins að stríða þeim sko. Fylgja stærðinni þinni? Já. Maður nú í trökkaflóknum sko. Við bara að vera rólegur sko. Herðu, gangið þið vel. Já, ég þakka þessu með þessu. Það er langt svona sko. Þannig getum við ekki festið á húnni. Við komum byggar einn. Þetta alveg fint maður. Ég var að setja lagið á, We Are The Champions. We are the champions. Já, og við förum í keppnina. Fyrstur í fyrstu braut, Björn Ingi Jóhannsson. Honum gekk ekki vel í Íslandsmótinu í sumar, misti af fyrstu keppninni, sigraði þó í keppninni á Blönduósi. Svo gekk alltaf afturfótunum á hellum, en hér hann mættur fyrstur í fyrstu braut sem hann virtist við fyrstu sýn vera einföld, en reyndist þrautin þyngri. Björn Ingi að komast langt í þessari braut en hann hins vegar að tína upp refsistig sem fyrr fást 20 eða mönnum refsað 20 stig fyrir að snerta brautarmerkingu, 50 stig tapast ef að brautarmerkingin lendur undir miðjum bíl og 100 ef þeir hitta ekki liðið nema með einum hjóli bílsins. Björn Ingi fær 350 fyrir lengdina, 210 refsistig, samtals 140 stig. Og þá það Pétur Pétursson sem hefur nú keppt áður, hann að keppa hér á flugunni sem Guðmundur Pálsson og hann lendir hér í smá vandræðum leið og menn missa gripið augnablik. Þá voðinn vís, 70 fyrir lengdina, 40 refsingu, hann fær aðeins 30 stig á meðan að Björn Ingi fikk 140 stig. Og Gunnar Gunnarsson og Haraldur Pétursson fylgjast með. Þá það Bjarki Reynisson sem keppir í götubílaflokki. Ekki á góðu gengi að fagna á þessu ári. Fær hér 30 stig fyrir lengdina, 20 refsistig, hann fær 10 stig fyrir þessa braut. Daniel Gunnar Ingimundarsson grænu þrumunni. Hann má nota stærri dekkin, hann í svokölluðum sérútbúnum flokki. En hann að lenda hér allt og neðarlega, eins og ég sagði áðan, ef að menn missa ferðina eitt augnablika þá voðinn vís í þessari braut. Það mjög laust í þessari mold sem að
hann fyrir að hanga ofalega. Hann lendir hérna fyrir neðan lið, kominn út úr braut og Daniel fær 80 stig fyrir lengdina en refsingi hljóðar upp á 140 þannig að niðurstaðan er 0. Þá er það Eiríkur Reyr Clemensson, ekur hrafninum. Þetta er strákur sem á eftir að ná langt þegar hann fær hrafnin til þess að ganga almennilega. Hann var í basli í þessari keppni og það var reyndar komið fyrir áður. Þessi bíl var ekki að ganga alveg og Gunnar Gunnarsson lenti í vandræðum strax fyrir fyrstu braut. Drap á bílnum og kom honum ekki í gang. Mínútan sem hann hafði til að koma sér í rásmarkið leið án þess að bílinn færi í gang og Gunnar Ásgeirsson neyddist til þess að fara aftur fyrir og það þýddi 60 í refsingu. Þá er það Pizza 67 vélisinn sem að Ragnar Róbertsson hefur ekið lengi vel. Núna er Jónas Karl Sigurðsson undir stýri. Það er að gera þetta vel, hangir ofalega hérna en kannski ekki alveg nógu ákveðin. Jónas Karl 60 stig fyrir lengdina, 40 í refsingu fyrir 20 stig. Það er Helgi Gunnarsson. Það er að keppa á sínu fyrsta ári í torfærinni. Og ákveðin nú Helgi. Lendir hérna með afturhjólið ofan í hólu og hann fer næstum því hringinn. Helgi Gunnarsson fekk 80 stig fyrir lengdina, 40 í refsingu. Það Sigurður, þetta er síðasta keppni á þessu herrans ári 2003. Er þinn tími kominn? Í mér þætti það nú vera eiginlega komið tíma á það, já. Hvað ætlar þú að gera til þess að svo verði? Skulum vona að mér gangi jafn vel hér eins og mér gekk illa hér í fyrstu keppninni. Og ég ætla að stefna á að vinna. Ég hef svo sem ekkert nema að slást við Kristján í dag en það er bara gaman og við skulum bara síðast nú megnið þess að vera svona léttar og skemmtilega brautir þannig að hvert dekk telur mikið held ég orðið í dag. Léttar og skemmtilega brautir, já, við erum nú búin að sjá annað hér strax í fyrstu braut. Þetta er Sigurður Þór Jónsson, hann er í 3. sæti í Íslandsmótinu fyrir þessa keppni á möguleika á öðru sætinu og þar með rás númer 2 á næsta ári. Gerir þetta vel, fór þarna vel upp fyrir og Björn Ingi fekk 210 refsistig í þessari braut, 350 fyrir lengdina, 140 stig. Sigurður Þór Jónsson, lendir þarna aðeins svo neðarlega en er þó kominn yfir erfiðasta hjallan. Snertir hérna mínus 20 stig og þetta eru 350 fyrir lengdina en fer yfir dekk í endahleiði og það eru 220 refsistig. Það eru 130 stig. Haraldur Pétursson fylgist með að vanda og þá er það Leo Viðar Björnsson á RMAX bílnum. Þetta vel en missir ferðina augnablik og bílinn stýrir of langt upp í brekkuna til þess að sé áframferða á honum og hann fer nú ekki lengra en þetta. Leo Viðar 80 stig fyrir lengdina, 70 í refsingu og hann fær aðeins 10 stig fyrir þessu braut. Brautin greinilega mjög erfið. Hæsta tala sem við séð hingað til er 140 stig hjá Birni Inga, 130 stig hjá Sigurði Þór. Leo Viðar fær aðeins 10 stig. Næstur Garðar Sigurðsson, tannlæknir frá Akureyri, ekur vélbustanum. Þetta er bíl sem Einar Gunnlaugsson ók á sínum tíma. Nú Garðar Sigurðsson lenti í því að skiptingin bilaði hjá honum í síðustu umferð. Stapafell og það gerist aftur hér. Hann fær 70 stig fyrir lengdina, 70 í refsingu og varð að draga sig í hlé. Hætta keppni án stiga í þessari keppni. Þá er það Karl Víðir Jónsson, keppir í götubílaflokki. Það er að góða spretti, sérstaklega seinni hluta sumars. Bíllinn alltaf að verða betri og betri. En lendir hér og neðarlega. Þetta eru 70 stig fyrir lengdina, 40 í refsingu. Fær 30 stig sem er 70 besti árangur í þessari braut. Þá ættum við að sjá hér Harald Pétursson. Orðinn Íslandsmeistari, engin pressa á honum en hann ætlaði sér nú samt sigur í þessari keppni, eðlilega. Sýna það að það er engin tilviljun að hann er Íslandsmeistari en hann lendir hér ofan í sömu hólu og Helgi Gunnarsson og lét að koma sér jafn mikið á óvart eins og nýliðanum og fer hér hringinn. Haraldur Pétursson 80 stig fyrir lengd, 20 í refsingu. Þetta leit mjög vel út en lendir eins og þið sjáið með hægra afturhjólið ofan í hólum. Bíllinn náttúrulega óskemmdur, enda róleg velta og yfirbyggingin er úr plasti þannig að það þarf meira til þess að brjóta það. 80 stig fyrir lengdina, 20 í refsingu, 60 stig, fjórði besti árangur. Þá er það Kristján Jónasson, hann er að berjast við Sigurður Þór Jónsson annarsætið í Íslandsmótinu.
Gerir þetta vel, bara 20 stig refsingu þarna og nú er að hanga hér ofan í hóluna og upp úr henni, já, vel gert. En það er svo lítið af refsingum og þarna tók hann aukalega 20 stig sem að hvorki Sigurður né Björn Ingi tóku. Og sleppir hér í gegn aðeins að fá refsingum. 350 stig fyrir lengdina en 150 refsistig, 200 stig og tekur forystu í þessari keppni. Þá er það Gunnar Gunnarsson. Ætlar sér að vera ofalega hérna og er hér kominn á hliðina, 80 gráður halli á bílnum en einhverju hluta vegna þá slekkur hann með þetta. En ofan í hólurnar sem aðri keppendur hafa grafið. Það er ekki sögum að spyrja, hann stoppar hér 100 stig fyrir lengdina en refsingin hljóðar upp á 140 stig. Þannig að niðurstaðan er 0. Hann er í 12. sæti. Og þá er að sjá hvort að Gunnar Ásgeirsson, munið þið bikarinn sem hann fékk. Þá veit þið hvað hann er búinn að gera við hann. Þannig að líman hérna fremst á veltigrindina sem er til þess að verja vélina á blöndunginn. Það er eins gott hann velti ekki bifreiðinni og skemmi þennan dýrindis bikar. Hún fékk á silfurfati. Gunnar, þekktur húmoristi, ekur trúðnum. Það er alltaf gaman hjá honum. Íslandsmeistari í götubílaflokki. Og þá er það Gunnar Ásgeirsson búinn að koma bílnum í gang. En hann byrjar með 60 refsistig. Er furða þó hann halli sér aftur á bak og lyfti höndum. Og staðan hér eftir fyrstu braut. Kristján Jóhannsson leiðir með 200 stig. Björn Ingi Jóhannsson í öðru sæti með 140 stig. Með 130 stig síðan Sigurður Þór Jónsson. Haraldur Pétursson í 4. sæti. Karl Víðir Jónsson leiðir í götubílaflokki. Bjarki er þar í öðru sæti og Gunnar Gunnarsson rekur lestina. Þá er það braut nummer 2 og þar fer fyrstur Daniel Gunnar Ingimundarson. Og hér þarf að fara yfir þessa öxl og svo önnur öxl framundan og þar er vinstri beygja. Það er svolítið snúið, en þurfa að vera ákveðnir hér til þess að stoppa ekki. Bjarki átti að fara fyrstur en gerði það ekki vegna einhvers konar bilunar. Daniel, þetta er svolítið mikið af refsingum og hann stoppaði hér 180 stig fyrir lengd en 110 refsistig með 70 stig eftir 2 brautir og þá er Erlingur Reyr Klemensson. Og sem fyrr er hann í vandræðum með hrafninn. Gengur ekki sem skildi. Það er talsvert afl í þessum bíl sem að hefur nú lengi gengið undir nafninu Ramin. Meðal þeirra sem hafa ekið þessum bíl er Jónas Karl Sigurðsson sem að ekur Pizza 67 bílnum í þessari keppni. Við erum í braut nummer 2 og ætlum í þessum þætti að fylgja keppendum eftir í fyrstu 4 brautunum í 5. og síðustu umferð Íslandsmótsins árið 2003. Að drepa á hér enn eina ferðina, raðast inn refsistiginn. Ekki það skemmtilegasta sem menn lenda í. Það var Gunnar Ásgeirsson. En hefur enginn farið þessa braut nummer 2 til enda. Gunnar fór ekki langt í fyrstu brautinni og er stigalaust þegar hér er komin sögur. Snertir þarna mínus 20 stig. Var næstu í sestur hér á kviðin eins og á fyrsta hólnum í fyrstu braut. Það er mínus 10 stig fyrir að stoppa ef að menn stoppa svona ákveðið stopp. Hann er að reyna að hanga fyrir ofan dekkið sem að nú er fyrir framan bílum. Sjáum það hér í miðri mynd. Og gerir þetta ágætlega. En er hann fastur eða ekki?
Bíllinn í gangi. Fastur ef hann ætlar áfram en nær hér vegna þess að hann hefur líka aðdráttarjarðar til þess að bakka út úr þessu og alla leið fer hann 350 stig fyrir lengdina en refsingin hljóðar upp á 110 stig, hann fyrir 240 stig og er samtals með 240 stig eftir 2 brautir. Þá er það Jónas Karl. Mínus 20 þarna. Hann sest hér á kviðinn og sýnir þar með öðrum keppendum að þó að það sé búið að fara yfir þennan hrygg þá er hann ennþá lúmskur og hann sat anda talsvert lengi. Jónas Karl fekk 90 stig fyrir lengdina, 20 í refsingu, er með 90 stig samtals. Þá er það Helgi Gunnarsson. Helgi Gunnarsson var með 160 stig. Jónas Karl er náttúrulega með 410 stig samtals eftir 2 brautir. En hér er Helgi kominn niður fyrir þetta rauða dekk sem hann átti að fara upp fyrir og þar með er hann út úr braut og Helgi Gunnarsson fær 160 stig. Afsakið, 110 stig mínus 20, var með 160 fyrir og því með 370 stig. Sigurður Þór Jónsson. Sigurður Þór hafði hann 70 stig. Nei, hann var 70 stigum frá fyrsta sætinu. Ég er nú búinn að fara hér rangt með tölur ofan í þessum þætti en við skulum reyna að leiðrétta það. Svona eftir því sem að á þáttinn líður. Sigurður Þór fekk 350 stig fyrir lengdina, mínus 90, 260 stig. Þetta er Leó Viðar Björnsson. Leó Viðar var með 10 stig fyrir þessa braut. Var 190 stigum frá fyrsta sætinum. Og Leó Viðar fer hér alla leið, 350 stig fyrir lengdina, mínus 60 stig og er þá samtals með 300 stig, er 200 stigum frá fyrsta sætinu. Karl Víðir Jónsson. Karl Víðir fekk 30 stig fyrir fyrstu braut. Og hér fer hann lengra heldur en Jónas Karl, en drepur á. Tapast 10 stig. Gerir þetta vel en tapar þarna einum 50 stigum. Karl Víðir fær 350 fyrir lengdina, vel gert og aðeins 90 refsistig, 260 stig og er þá með 290 stig alls. Það var Haraldur Pétursson. Var með 60 stig fyrir þessa braut. Lendir hér í vandræðum, er alveg að festast, verður að bakka og lendir síðan allt og neðarlega hérna, rétt hangir með 1 hjól inn í þessu hliði og þar fjúka 100 stig, 350 fyrir lengdin og 160 refstig, hans 190 stig og Haraldur Pétursson er aðeins með 250 stig og í 7. sæti eftir 2 brautir. Það er Kristján Jóhannesson, forystusauður í þessari keppni, þegar hér er komið sögum, gerir þetta vel, hann er kúl. Laglegt. Og þessi bíll tengist Árna Kópsinni sem að gerði garðinn frægan seint á síðustu öld. Kristján Jónsson með 350 fyrir lengdin og aðeins 50 refsistig, besti árangur í brautinni til þessa, 300 stig. Gunnar Gunnarsson var stigalaus eftir fyrstu braut. Á að brattan að sækja í götubílaflokki, hvað þá í heildarkeppninni hér. En lætur það ekki trufla sig, 350 fyrir lengdina, 125 refsistig, 225 stig, þá er það Björn Ingi. Björn Ingi var með 140 stig, 60 stigum á eftir Kristjáni eftir fyrstu braut. Fer vel upp fyrir þarna, refsilaust, vel gert hjá honum. Það er Björn Ingi að sýna sitt rétta andlit. 350 fyrir lengdina, 50 refsistig, 300 stig rétt eins og Kristján Jóhannesson. Næstur kemur Pétur Pétursson. Björn Ingi þá með 440 stig samtals og er enn 60 stigum á eftir Kristjáni Jóhannesinni. Gert hjá Pétri og hangir hérna ofalega.
lendir aðeins og neðarlega í stað 20 stig í refsingu. Þá fær hann 50 stig og hann stekkur hér upp á kantinn með stæl og þá það Bjarki Reynisson sem þurfti að fara aftur fyrir. Það þýðir 60 stig í refsingu. Og það eru komin spor hér. En honum verða á hér mistök og hann sest á kviðinn aðeins 90 stig, 60 stig í refsingu og hér staðan sem fyrir það Kristján Jóhannsson sem leiðir. Björn Ingi annar, Sigurður Þór Jónsson þriðji með 390 stig og Pétur Pétursson með 320 stig í fjórða sæti. Karl Víðir leiðir í göttubílaflokki sem fyrr. Gunnar Gunnarsson í öðru sæti kominu fyrir Bjarka og við förum í þriðju braut þar sem áhorfendur biðu með öndina í hálsinum því að þetta var talsvert glæfraleg braut. Gunnar Ásgeirsson átti að fara fyrstur í þessa braut og aðrir keppendur biðu spenntir. Það var hátt fall ef að menn reyndu af alefli við þessa braut og yrðu á mistök í lokin. Það einar 4 bíllengdir þarna niður og nei, Gunnar tekur ekki tillöp og ekki heldur Jónas Karl. Nú Gunnar Ásgeirsson fékk 40 stig, Jónas Karl 40. Helgi Gunnarsson á leið hér út úr braut, fær samt 50 stig. Þá það Sigurður Þór Jónsson, hann reyndi af alefli og það tókst ekki. 80 stig fyrir lengdina refsilaust. Það svona möguleiki fyrir keppendur að fara með bílinn nánast út fyrir braut eins og Helgi var að reyna en hann kroppar hér úr Sigurður Þór Jónsson. Hann kannski var hann að laga brautina fyrir næstu keppendur. Leo Viðar á að koma næstur. Brautin að lagast eftir því sem að menn kroppa hér úr. Það verður léttara. Leo Viðar 60 stig, Karl Víðir Jónsson 60 stig. Þá það Haraldur Pétursson. Og hann fer hér nánast út fyrir braut, ætlar að reyna, nei, þetta gengur ekki. Hann komin út fyrir braut og hittir ekki á endahliðið í gæsalöppum. Það hér hægra megin og frá hægra megin við hvítadekkið og Haraldur Pétursson fékk samt sem áður 180 stig mínus 50. Það var Kristján Jóhannsson, hann á réttri leið, fær 90 stig fyrir lengdina en takið eftir því hvað gerist nú. Nú hrynur vel úr og nú menn konum með tillaup og eins gott fyrir Gunnar að skemmi ekki bikarinn og Gunnar Ásgeirsson reynir sömu leið og Haraldur Pétursson en hættir sér ekki í endahliðið sem við sjáum hér og Gunnar Gunnarsson 180 stig fyrir lengdina mínus 20 stig. Þá það Björn Ingi og bíllinn hykstar hér þegar hann á hárréttri leið. Þetta var nánast orðið fært að hann fær 100 stig hér sem 10 stigum meira heldur en Kristján Jóhannsson, þannig að það minkar hjá þeim. Þá það Pétur Pétursson og bensíngjöfin gefur sig og hann fór ekki lengra en þetta. Og að lokum Daniel Ingimundarsson. Bjarki komst ekki í þessa braut og Daniel með stefnuna þarna inn í hliðið en hættir við af skiljanlegum ástæðum hátt niður og staðan eftir 3 brautir sem fyrr það Kristján Jóhannsson sem hefur forystu en hún hefur minkað, hún orðin 50 stig. Björn Ingi annar, Sigurður Þór Jónsson í 3. sæti, Gunnar Gunnarsson kominn á botninum og upp í 4. sætið, upp fyrir Harald Pétursson sem nú í 5. sæti og Gunnar leiðir jafnframt í göttubílaflokki. Þá það 4. braut. Hún var eiginlega sniðin fyrir aflmiklu bílana. Hér upp á bakkan fer Sigurður Þór Jónsson og Sigurður Þór fekk 180 stig. Leo Viðar fekk 350, Kristján Jóhannsson 350 refsilaust. Haraldur Pétursson fekk 350 stig hér en 20 í refsingu og Gunnar Gunnarsson 120 stig eftir að velta bílnum sínu hér. Hann kom inn í vænlega stöðu í heildarkeppninni. Átti nú alveg möguleika á því að fara hér alla leið. Veltibúrin í þessum bílum smíðuð eftir alþjóðlegum reglum Akstursíþróttasambandsins, FIA, og verður að þola þyngd bílsins sinnum 7, 7,5. Og hér keppt eftir alþjóðlegum reglum í öllum þeim greinum sem við höfum sýnt frá í Lýsing Motorsport-þáttunum í sumar. Greinum sem fara fram undir merkjum Landssambands íslenskra akstursfélaga. Þetta Björn Ingi og hann fær hér 350 stig refsilaust. Og Pétur Pétursson, og hlustuði nú. Svona var dagurinn hjá honum
ef það var ekki bensíngjöfin, að þá sprakk bensínið á vitlausum stað úti í pústkerfinu og Daniel Gunnar Ingimundarson já, spýtir hér grjóti yfir starfsmenn, fer hér alla leið og staðan að loknum 4 brautum. Við ætlum ekki að fara lengra að sinni, tími okkar er þrotinn. Kristján Jóhannesson leiðir, Björn Ingi er annar, Haraldur Pétursson konum í 3. sæti, það gæti því að Gunnar Gunnarsson er fallinn niður í 7. sæti, Leó Viðar Björnsson er 4. Þetta er skemmtilegu slagur. Við eigum eftir að fylgjast með 5. braut, 7. og 7. sem voru tímabrautir. Hér er það Kristján Jóhannesson sem er í 5. braut. Það var bara að halla að degi á sunnudaginn og svo er það náttúrulega 8. og síðasta brautin. Birgir Þór þakkar fyrir að sinni, vonandi hafið þið haft ánægju af þessu. Sjáumst síðar, bless. Það eina sem er erfitt við að kaupa nýjan bíl er að passa að ekkert komi fyrir hann. Við hjálpum þér að fjármagna hann. Leasing.